Donni Sigurðsson, þjálfari Þór Káa. Donni, sólin brosir við núna, vonandi gefur á morgun þegar við tökum á móti KR hérna á Þórsvelli. Hvernig leggst þetta verkefni í ykkur? Það leggst bara mjög vel í okkur. Við býðum spennt eftir að KFA konungarnir heimsókn. Þær eru með hörku gott lið, betra lið heldur en fyrir hlé, þar sem þær hafa fengið tilbaka Katrínu Ómars og svo fengur erlenda leikmann sem er virkilega öflug og svo er Hólmfríður bara komin í ennþá betra stand, þannig að það má búast við alveg hörku góðu KR-lið hérna á morgun. Þó að stelpurnar okkar hafi unnið KR í fyrri umferðinni, þá megum við búast við erfiðri viðureign á morgun. Já, ég held að það sé engin spurning. Það var erfiður leikur svo sem, en það verður erfiðari leikur og engin spurning á morgun og það eru ennþá í pínu svona sensi á falla. Það er eigast tölfræðilega möguleika á því að falla, ekki það að ég reyndar held að það falla ekki, en það eru svona, þú veist, ætla að sýna sig og hvað þeir geta og það eru með marga góða leikmenn líka svo sem aðra heldur en þessi sem nefndi og það verður hörku lið og eins og þú segir réttilega, klárlega erfiðari leikur heldur en síðast. Það er ennþá allir líka að keppa við að reyna að vinna besta liði. Talandi tölfræði, Donni. Þór Káa hefur nú aldeilis ljómandi góða tölfræði missi til þess að vinna þessa deildi svo þú ert búin að hamra á í allt sumar, þannig að þið eru góðri lið. Já, engin spurning, við erum á góðri leið en eins og ég hef sagt áður að það er mjög auðveldara að klúra þessu, mjög auðveldara að halda þessi komið og hætta og meðan allir hinnir eru á 100% fókus og að reyna að ná okkur þá megum við ekki slaka á í einu sekundu því að þá einfallega bara náum við ekki þessu markmið okkar. En ég hef enga trú á því að stelpurnar slaki á, ég held að bæti í ef eitthvað er og sjá endan á þessu og þá er bara spretta á gifi. Það var nú eiginlega þannig þegar fyrsti leikur eftir EM-hlé þegar Fylkir kemur hérna í heimsókn á Þórsvöll, þá voru margir svo, aha, nú er liðið að hyggsta, en það stigu upp. Já, það var ekki spurning, það var pínu skellur sko að vissu leyti að vinna ekki þann leik en ég er svo sem búin að ná mér af því núna og við og unnum svo góðan leik, gott lið góðan sigur í síðasta leik og ætlum bara að halda áfram að byggja ofan á það. Seinni hálfleikurinn á móti Fylki var góður og skorum svolítið að mörkum og sköpum okkur fullt af færum og svo rauninni allir leikurinn á móti Haukum var nokkuð góður. Þannig við ætlum að halda áfram að byggja ofan á það og reyna að halda bara áfram að bæta okkur. Og það má eiginlega segja sko, það var pínu, já ekki pínu, það er náttúrulega áfall að missa leikmenni svo Lilji út en liðið hefur hrissi saman eftir þetta, þannig að stelpurnar læra hver á aðra. Já, nákvæmlega, þetta búið að vera alveg lýlegt sumar varðandi meiðsli okkur, því miður. Við hefum mist svona algjör lykilmenn út svolítið mikið. Sandra Mæra var frá svolítið tíma, svo Natalía frá í einhverja 5 leiki og svo er Lilji núna frá í einhver tíma og þetta eru svona algjör lykilleikmenn allir og það held að hafa nú ekkert lið nema fyrir utan KR kannski mist svona lykilmenn svona langa tíma, svona marga en ég verður nú að segja að það stelpurnar hafa nú list ágætlega hingað til og það má allan að segja það, við erum ekki það múlið að hafa leik þannig að þær hafa gert það mjög vel hingað til og það er bara þeirra vona að vísa að halda því áfram held ég. Hver er lykillinn að því að ná að spila svona þrátt fyrir erfið meiðsl lykilleikmanna? Ég held að þetta fótbolti og íþróttir yfir höfuð held ég og kannski bara lífið, þetta snýst svo mikið að hafa rétt hugafar og vera rétt og vel stemmdum mótiveraðar, hafa gott skipulag, vita hvað átt að gera, hafa hlutverkinn á hreinu. Það er í rauninni allir leikmenn Þór Káa sem að vita nákvæmlega hvað á að gera í hvaða stöðu á vellinum í hvert skipti og það held ég sé lykillinn af því og svo náttúrulega bara þær vilja þetta, þær vilja vinna leikina, þær vilja hafa fyrir því að vinna leikina og þá er bara erfitt fyrir hinliðin að vinna okkur. Mestu leyti allir klári í leikina á morgun? Allar klári í leikina á morgun, það er engin spurning, allar nema Lilji eru heilar og brjálaðar bara í að halda áfram og við ætlum okkur að klára þetta, við ætlum okkur að vinna leikina á morgun, við ætlum okkur að bara gefa í, stíga meira á bensíngjöfina og klára þetta. Mér finnst það eiga pínu meira inni. Ég held við getum gert pínu betur heldur en við höfum verið að gera. Ekki það ég er svo ónægð með alls ekki. En mér finnst svona eins og það geta gert örlítið meira og ég vona að það er sýnið það á morgun. Samt sem að þið ætli að halda áfram að skemmta okkur á morgun? Já, það er planið. Við höfum fengið frábæran stuðning í sumar. Enda voru stuðningsmenn okkar valdir bestu stuðningsmenn fyrirumferða, deildarinnar. Þannig að gerum fastlega ráð fyrir því að stuðningsmenn vilja vera bestu stuðningsmenn seinni umferð líka og
hafa byrjað þetta frábærlega, seinni umferðirnar og við vonum að stuðningsmennir endi þetta með trompi eins og við ætlum okkur að gera og vonandi byrja þær á morgun, eða halda þær áfram með það á morgun. Við erum langflottust hérna á Norðan heiða og það er alveg greinilegt að stelpurnar haldi upp í merki bæjarins og við erum langmest stolt bæjarins. Já, ég er sammála því. Það er engin spurning. Það eru hérna standað svo ótrúlega flott og vel og eru hrikalega flotti fulltrúar samfélagsins okkar hérna góða og þetta sé fólk sem fært að mæta á morgun og styðja við og vera hluti af því sem við erum að gera því að eins og hann Haraldur vinur minn hérna Ingólfsson hefur margsinnis sagt að það er 12. maðurinn sem skiptir öllu máli og það er gríðarlega mikilvægt að fá góðan stuðning því að það skiptir heldur betur máli. Þessi 12. maður er líka ansi fjölmenn og gaman að hafa hann hérna í stúkunni og hérna finna fyrir stuðningnum. Nákvæmlega, það væri nú ekki verið að vera bara 500 á móti hinum, það væri nú bara frábært. Við sjáum til, það væri bara geggjað, ég skora á alla með þetta. Þannig gangi ykkur vel. Takk fyrir það, takk.